Þetta Óli. Hann kann ekki að fara vel með peninga. Hann þarf að læra muninn á öryggi og áhættu. Peningar og traust fjármál. Fjármálavit verkefni sem samtök fjármálafyrirtækja hafa verið að vinna að í vetur en verkefni miðar að því að auka fjármálalæsi hjá ungu fólki. Þessa dagana eru samtökin að kynna verkefnið og nýtt kennsluefni því tengdu en kynningarherferðin hófst í Naustaskóla á Akureyri í síðustu viku. Hugmyndin kviknaði fyrir rauninni mörgum árum síðan. Samtök fjármálafyrirtækja hafa í rauninni sýnt þessu málefni að það sé að efla fjármálalæsi mikið áhuga í mörg ár og tekið þátt í vinnu með stjórnvöldum að þessu að rauninni að efla fjármálakennslu og fjármálafræðslu, vinnustofur og stýrihópar. Og svo erum við komin hingað í dag. Við tókum ákvörðun í síðastliðið haust að bara búa til kennsluefni, bæta í flóru þess efni sem til í dag fjármál og í rauninni þannig aðstoða eða styðja við kennslu í skólum ef að kennarar hafa í rauninni vilja og áhuga til þess að nýta sér þetta efni. Það borgar sig að sýna þolinmæði og skynsemi bæði fjármálum og almennt í lífinu. Ef þið langar til dæmis í nýja úlpu, gott að bíða þangað til að útsölu byrja til að fá hana á betra verði. Arnór, hann til dæmis ekkert sérstaklega þolinmæður. Velkomin í þolinmæðishorn Þrándar. Ég Þrándur, þetta Horn og í dag ætlum við að tala þolinmæði. Við erum við þróun á námsefninu, þá náttúrulega fengum við að sjálfsögðu með okkur kennara og kennaranema, svona fagfólk í skólasamfélaginu. Svo náttúrulega fagfólk í samtökum fjármálafyrirtækja líka, ekki gleyma því. Þannig að sú samvinna góð þegar kemur að gera námsefnis og við horfum líka á það hvað það sem að unglingurinn, vekur áhuga unglingsins og þá fengum við til þessu okkur unga krakka, unglinga sem eru á sama aldri og markhópurinn okkar. Þau leikum myndbandum sem við erum með sem uppistöðu í þessu kennsluefni og hverju myndbandi fylgja sína verkefni. Þannig að við erum að líta til þess að þetta höfði til raunveruleikans í dag hjá unglingnum og hjá nemendanum. Gjörðu það svo vel, Arnór minn. Hvað þetta? Á vinnumarkaði. Það útborgunardagur auðvitað. Þetta minn eigin peningur? Já. Þetta getið í honga. Það útborgunardagur, útborgunardagur. Hleyptu heimins hratt og fækir toga, Arnór. Og það er gaman að segja frá því að með svona flott verkefni eins og fjármálavit þá höfum við fengið flottan aðila með okkur í það verkefni sem Páll Óskar Hjálmtýsson og hann svokallaður verndari verkefnisins og andlit í rauninni, andliti sem krakkarnir tengja verkefni við og hans hlutverk svona að vera þessi sá sem að veiti ráð og segir þeim svona á myndbandaformi hvað í rauninni ber að varast og hvað gott að gera og hann náttúrulega hefur sjálfur kannski reynsluna því sem fullorðinn einstaklingur eins og við að maður sér það oft síðar hvað maður hefði getað gert betur. Velkomin í fjármálavit. Guði sé lof að þú ert hér að því nú færð þú tækifæri til að læra svona hluti fjármál sem ég lærði aldrei þegar ég var unglingur og ég hefði betur mátt við því vegna þess að ég þurfti að læra þetta allt saman þegar ég var 30 ára gamall og gerði mín verstu fjármálamistök lífsins. Krakkar í dag vilja læra fjármál, markvisst og ég held að við getum verið sammála því allavega hefði ég vilja læra meira fjármál þegar ég var ung. Við erum að tengja, við erum að fara núna bæði norður og austur og verðum síðan á höfuðborgarsvæðinu í þessari viku og förum víða. Við erum alla dagana í vikunni að heimsækja skóla og minna á fjármálafræðslu og ræða við krakkarnir fjármál með kennsluefnin okkar nýja. Það má geta þess líka að við erum að taka þátt í stærri evrópskum viðburði. Í þessari viku sem nú hafin að þá evrópsk peningavika, þar sem yfir 20 lönd sem taka þátt í þeirri viku auk okkar. Það sem verið að minna á og skapa umræðu bara fjármálalæsi og fjármálafræðslu á einn og annan hátt. Þannig að það ekki bara hérna í Íslandi í vikunni, heldur víða annars staðar verið að gera slíkt hið sama. Hvað til dæmis persónuafsláttur, skattkort, stéttarfélag, orlof og lífeyrissparnaður? Þegar við ráðum okkur í vinnu mikilvægt að við kynnum okkur réttindi okkar, skoðum launaseðilinn hver mánaðamót og göngum úr skugga að launaseðilinn sé alltaf réttur. Ég elska skattinn! Við náttúrulega bindum mikla vonir við það að þetta verkefni falli vel, eða fá góðan hljómgrunn hjá bæði nemendum og kennurum sérstaklega,
að þeir vilji nota kennsluefnið, þannig að ári vonandi að þá bara höldum við aðra svona peningaviku og förum í ennþá fleiri skóla, þannig sjáum við þetta fyrir okkur að við viljum að sem flestir nýti þetta efni. Nú sjáu þið krakkar, það er mikilvægt að sýna þolinmæði, ekki bara í lífinu, heldur líka í fjármálum. Ég þakka fyrir mig. Sjáum síðar.